Hingað komin Sigríður Þorgeirsdóttir, heimspekingur, velkomin. Við ætlum að fjalla Hönnu Arendt. Þú ert ritstjóri og ritar inngang að þessu safni með skrifum Hönnu Arendt sem heitir Af ást til heimsins, og þetta er stór brotin og stór manneskja. Hún var merkur heimspekingur sem að ég fjallaði mikið stjórnmál. Kannski þú bara byrjar að segja mér svona pínlítið almennt frá henni, hver hún var. Já, hún fædd 1906 og deyr 1975 og hún í hópi merkustu stjórnmálaheimspekinga á 20. öld og hún var sem sagt landflótta gyðingur af þýskum ættum og settist það í Bandaríkjunum og hún skrifaði eða kom út nokkrum árum eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk. Þá kom hún út með bók sem hét uppruna alræðis og var svona fyrsta heildstæða úttektin á hugmyndafræði alræði Hitlers og Stalins og hún varð fræg upp úr því og hún var sem sagt allt sitt líf að velta fyrir sér heimi stjórnmálana og hún leit svo á að það hefði að vettvangur stjórnmálana hefði eyðilagst og það hefði gert alræðis fyrirkomulagið mögulegt. Já. Og þess vegna var hún að velta fyrir sér eftir stríð sem sagt og alveg þangað til hún dó. Hvað var hægt að gera til þess að hverja væri skýringar á því að það væri svona ástætt fyrir pólitík og hvaða leiðir væri hugsanlega út úr þeim ógöngum. En það mótar hann náttúrulega að hún gyðingur frá Königsberg í Austur-Prússlandi á þessum slóðum þar sem að alræðisöflin ruddust fram og tilbaka og náttúrulega gyðingur sjálf síðan. Já, það vissulega mótar það hana og svo hún hún lærði hjá Heidegger, Martin Heidegger og síðar hjá Karl Jaspers að því hún átti nú í ástarsambandi við hinn gifta Heidegger meðan hún var stúdent hjá honum. Já. Og rökklaðist eiginlega hún námi hjá honum og fór annað. Þannig að líf hennar líka samofið þýskri heimspekisögu og kemur víða við á þeirri vegferð og það líka athyglisverða því að Heidegger snerist nokkurt skeið á sveif með nasismannum eins og fleiri menntamenn í Þýskalandi og sem sagt Hannah Arendt var gyðingur og var landflótta þess vegna eins og fleiri gyðingar að sjálfsögðu og átti því láni fagna að sleppa sem sagt undan útrýmingabúðunum en þau héldu engu að síður vinasambandi alla tíð sem svolítið merkilegt að því að í ljósi þessa alls þannig að þeirra samskiptasaga líka athyglisverð á margan hátt. Nasisminn var náttúrulega blettur á Heidegger og ennþá, hann var náttúrulega ekki alveg fyrirgefinn það en það náttúrulega merkilegt að hún skrifa mikið Heidegger en Heidegger fjallar aldrei hana. Já. Skepnan. Já, það ekki bara dæmigert þetta ennþá svona í dag við konur þekkjum það já, það rétt og það eru margar ástæður fyrir því það mikið búið að velta fyrir sér hvers vegna hún hafi getað haldið sambandi við hann það var einhver strengur sem lá djúpt á milli þeirra og bæði eru náttúrulega stórir heimspekingar og með einhverjar mjög víðfeðmar sálir hvert á sinn hátt og það kannski eitthvað þannig sem þau hafa getið tengst. Já. Og hún átti náttúrulega líka djúpa rætur í þýskri menningu þó svo hún hafi síðan sest að í Bandaríkjunum og var þar háskólaprófessor og var mjög hrifin af bandarískri stjórnmálamenningu, stjórnarskrármenningun og stjórnarskrárhefðinu og svona upphafi Bandaríkjanna og það var henni svona einn af þeim vegvísurinn til að leita að einhverjum útgönguleiðum fyrir pólitík sem í ógöngum. Já, en hver svona kjarninn í þessum ef við reynum að einfalda þetta í þessum hugmyndunum hennar það lýðræði og þáttöku í stjórnmálum? Kannski ef ég má aðeins bara fara svolítið aftur í söguna. Hún kemur úr heimspekinu og hún byrjar að velta fyrir sér hvers vegna heimspeki hefðin hefur í raunin ekki reynst veita betra viðnám við alræði. Já. Og þá hún að velta fyrir sér alræðis reynslu 20. aldar Stalin og Hitler. Og hún kemst að því að heimspekin hafi verið svona sérkennilega aðfuga lýðræðislegri pólitík með þáttöku borgara. Annars vegar kannski vegna þess að Platón til dæmis ímyndaði sér að heimspekingar ættu bara stjórnaríkinu eða Marx kom bara og sagði það ættu bara að koma fram verkamenn sem myndu taka og það bara stjórn eða alræði öreigana og hún sagði þetta hvort tæki svona lýðræðislegar hugmyndir. Já. Og vantraust á almenningi og þess vegna var hún með þá hugmynd að við þurfum sterkan opinberan vettvang annars vegar sem einkennist af sterkum
faglegum stofnunum og stjórnsýslu, faglegri pólitík og hins vegar alveg virkan vettvang borgara. Já. Og þá horfðum svolítið svona til annars forngrísks heimspekings, Aristótelesar og líka til Kants, sem töluðu það að borgarar ætti að vera virkir í samfélaginu. Að hún segir að það sem hefur gerst núna sko í nútímanum að annars vegar hefur pólitíkin verið keypt upp af alls konar öflum. Það eru kannski eins og í dag eru það stór fyrirtæki, bara peningavaldi sem kaupir pólitíkina og stjórnmálamenn verða þernur þessara afla og hins vegar hefur almenningur orðið svona bara neyslu massi. Já, já. Og og í rauninni hefur það of gott og of þægilegt til að hirða pólitík. Hún sagði maðurinn verður ekki að fullu maður þegar hann fer út fyrir þetta einkarými sitt og fer út á einn pólitíska vettvang og tekur með einhverjum hætti þátt í pólitík og henni var svo umhugað að sko þessi virkni borgara væri virkni borgara sem væri sko mjög fjölbreyttur hópur. Hún var svo hrædd við einsleitnina að því hún sá að það sko býr svo í haginn fyrir að það kom eitthvað hugmyndakerfi sko til valda sem að sé ekki lýðræðislegt. En þetta getur sagt okkur heilmikið á þessum tímum sem við erum núna þegar það er náttúrulega viss hugmyndakreppa í stjórnmálunum og stjórnmálakreppa og við erum að reyna að gera upp sakirnar við einhvers konar kerfi sem okkur finnst flestum vera mörguleyti liðónýtt. Já og hún bara að sýna fram á þetta á sér langa forsögu og hún að reyna að leita sko í hefðinni að einhvern svona ljósklætum sem hægt að hafa sko einhvers konar sem einhvern vegvísir í dag og hún sér fyrir sér svona eina republikansku hefð í Bandaríkjunum kannski eða bara sko að taka þátt í umræðu opinberum vettvangi og ég held að það ýmislegt í samtímanum í dag sko sem að segir okkur þetta eina að pólitíkin þurfi í fyrsta lagi miklu meira aðhald frá borgurunum. Í öðru lagi að það sé ýmsar blikur á lofti sem að gerast til dæmis í Arabaheiminum og þar kemur náttúrulega alls konar ný samskiptatækni inn og þess aftar. Þannig að það fólk að taka sér saman, fólk að mótmæla í Bretlandi. Popper talar náttúrulega það að gagnrýni sé það mikilvægast í lýðræðisferlinu öllu, það þetta aðhald. Sjálfsögðu. Við verðum að minnast á Eichmann, það ekki hægt að slíta Hönnu Arendts frá Eichmann. Eichmann náttúrulega einhver hryllilegasta persóna mannkynssögunnar en Hannah Arendt fór til Jerúsalem þegar það verið rétt yfir Eichmann, hann var rænt í Argentínu, dreginn fyrir dómi í Jerúsalem og hann var á endanum hengdur. En það sem hún kemst að með Eichmann að hann í rauninni ekki svo hryllilegur, hann eins og hún segir að hann banal. Já, sem þýtt sem lágkúrulegur eða eitthvað svo leys. Já, það var sko það var réttað yfir honum í Ísraelsríki og hann var dæmdur til dauða af því að hann sem sagt var einn af þeim svona skrifborðs afbrótamönnum sem skipulögðu útrýmingu gyðinga og það var búið að ímynda sér sko að þarna birtist hinn róttæka illska, þarna yrði einhver ófreski á ferðinni, bara djöfull í mannsmynd og hún sat þarna í þessum réttarhöldum, las öll gögnin og hún sagði þarna bara einhver kall sem svona karrieristi og hann bara með lítið sjálfsmat og hann langar bara að koma sér áfram og hann bara, og hún sagði það sem einkennir hann getur ekki sett sig í spór hann kann ekki að hugsa. Nei. Og þess vegna sá hún að þetta er ekki einhver sko stórbrotin djöful illska heldur, þetta lágkúruleg illska að því hann kann ekki að hugsa, hann getur ekki hort út fyrir sinn sjóndeilda hring og þetta þótti ógurlegur skandall að hún skildi leyfa sér að kalla þetta banality of evil. Að því að fólki fannst nú vera að gera lítið úr helförinni og þeim illu öflum sem þar voru að verki. En ég held að þetta hafi verið mjög, sko það ótrúlegt líka því hún gyðingur og hún fékk bágt fyrir að tala svona. Og en ég held að þetta sé ef við bara tölum samtíman í dag, bara ef við hugsum okkur nær og hvað að gerast á Íslandi, að þá held ég einmitt með að sýna fram á að það ofta þetta hugsunarleysa, fólk hugsar ekki, að fólk ekki kennt að hugsa, myndum við segja líka heimspekingar, að það sko einhver ill öfl ná tökum á því og það bara verður hlut af einhverju gangverki þar sem það
sko samviskusamt að stunda sína vinnu en gjörsamlega samviskulaust. En sko Eichmann náttúrulega fyrst og fremst bara kerfiskall, sko, svona skrifborðskerfiskall, en það vill þannig til að tölurnar sem hann að fást við á blaðinu eru fólk sem hefur verið að drepa svo einhvers staðar annars staðar. Já. Hann gerir það ekki með einhendi en hann Já. Það náttúrulega kaflar í þessu safni sem eru úr þessari bók. Já. Og fleiri verkum. Já. Og bara óhætt að mæla með þessu verki. Þetta er ein af stóru hugsuðum 20. aldarinnar. Já. Takk fyrir að koma í þátt Sigríður.